Já, hæ krakkar. Staðan svo að ég að fara í próf á morgun og ekki búin að læra neitt fyrir það. Þannig ég að pæla hvort við tökum ekki bara svona eitt svona klassískt háskóladót og tökum all-nighter. Við ætlum að taka töfluna mína. Hún náttúrulega á að halda mér vakandi. Klukkan núna 20 mínútur yfir 11 og ég að byrja á kafla 1. Ok, ég bara búin að gefast upp á því að læra. Ég náði einum kafla og klukkan orðin 1 en ég ekki að ná að læra neitt, ég ekki að gera neitt. Ég bara að horfa á blaðið mitt og þannig að ég ætla bara að vakna ógeðslega snemma í fyrramálið og reyna að læra þá. Það er svo erfitt að byrja bara að taka upp. Ef ég gera eitthvað, ég veit ég þarf að taka það upp og það ekkert mál, bara að taka símann sinn og byrja að taka það upp. En ég fæ bara svona kvíða og þetta verður bara svona gett stórt verkefni sem ég nenni ekki að gera. Svo endanum hef ég ekkert til þess að edita kvöldið en ég gerði svona hluti þess að ég var fyrir með rusli núna áðan. Og ég var bara svona, af hverju tókstu þetta ekki upp? Eða þú veist, þetta svo ég er eins og enginn sé að tengja við. Ef þið setjið þetta í eitthvað bara svona, gett létt verkefni sem þið nennið aldrei að gera og það bara byrja verkefnið það sem erfiðast við það, skilju. En ég ætla bara að láta ykkur vita að ég fór með rusli en núna ég að fara í bakarið, ætla að fá mér að borða og svo þegar ég náði lifi mín. Klukkan að verða 8. Að taka lifi mín í gær. Ég þykist alltaf að taka eitthvað all-nighter. Ég örugglega heimskasta sem ég gert í lífinu. Þegar ég ekkert sveng, ég bara illt í maganum. Ok, eins og þið sjáið þá orðið mjög stundugt og augljóslega þetta allt eftir Emblu, ekki mig. Þú veist, eins og þið sjáið að þá, þú veist, til dæmis á Embla þennan kveikjara. Þú veist, hún á þetta pennaveski og þessa bók þótt að ég hafi verið að nota en þú veist, hún á þau. Þetta algjörlega, þú veist, óásækkanlegt hjá henni. Ég ætla að vera góður roommate og laga eins til fyrir hann á þessu borði. En ég bara veit ég ekki ánægð með þetta hjá henni. Ok, ég búin í prófinu og ég held mér hafa vel gengið mjög vel. En ég veit ekki. Peysa mín orðin hvað? Löng. Ok, sko, þetta svona og þú veist. Þannig að ég held ég þurfi ekki eitthvað aðeins líka. Þú veist, sko, ég á aðra dokku en hún átti að vera fyrir ermarnar. Það spurning hvort að þetta mun duga. Svo, já. Ok. Ég held að þetta sé betra út af að ég sagði hei eitthvað sem ég verði. Ég þarf að say yes to the dress og á svona 4 mánaða fresti, kannski 6, þá fæ ég obsession with say yes to the dress og ég byrja bara að plana brúðkaupið mitt svo ógeðslega mikið og ég var bara svo ógeðslega spennt fyrir brúðkaupinu mínu. Það mótiveita mig svo mikið að setla ekki fyrir einhvern loser of a man af því að ég vil ekki að hann eyðileggi brúðkaupsdaginn minn og já, hér er peysan. Ég held að það sé eftir lagi. Það er svo nokkra lykkjur af henni. Þetta er alltaf læg. Afsakið ég sjá fyrir ofan. Ég veit ekki alveg hvað ég var að hugsa. Ég hélt að maður geti bara tekið þetta úr þegar maður væri búinn að festa endan og peysan myndi ekki rykjast upp en ég veit ekki alveg af hverju ég hélt það. Mér líður þess að ég hef alltaf gert það bara en núna ég að þræða þessa peysuna aftur þetta út af þessum litlu mistökunum mínum en ég verður að bíða til Embla ég heim með eitthvað, ég bara man ekki hvernig maður tekur af prjónum. Þetta er nú meira rugl. Mér líður þess að ég er búinn að horfa á allt segjast til þetta dress. Sko! Þetta er þér. Hættu! Ég gerði ekki best. Ég gerði það óvart. Really cool! Það verður ekki lengra hjá okkur í dag. Takk kærlega fyrir að koma og sjáumst á morgun.